Þá það 30 ára brautskráningarnemandi sem ætlar að fá að segja nokkur orð hérna og það hann Hilmar nokkur Friðjónsson. Og þau hérna fyrir aftan mig og hérna fremstu bekk, þau þekkja þennan mann mjög vel. Gjörðu svo vel, Hilmar. Jæja, ég ætla að byrja á litlu atriði. Þá það frá. Ágæta samfélag, nýstúdenta, samstarfsmanna, ættingja og vina nýstúdents efnana. Nokkrir tungubrótar hérna. Góði vinur minn og skólabróðir Ágúst Guðmundsson hringdi í mig nú á 50 var og spurði hvort ég var til í 3 mínútna ræðu sem fulltrúi 30 ára stúdenta hér í dag. Auðvitað sagði ég já, það blasir við og að vera bóngóður ekki algjörlega slæmt en það gæti komið mér einn daginn í gröfina, það geta ekki sagt nei. Pínu sniðugt að vera með þetta iPad. Ég var sem að prenta þetta út á blaði en ég fann að sjá frekar illa þannig að leturgerðin hefur verið svo stór og ég hafði hugsað mér að líma síðan blöðin inn á símaskrána og koma með símaskrána eins og ég ætlaði að fara að lesa upp á henni. Hætti við það. En þessi 30 ára stúdenta, þessi hópur 30 ára stúdenta heldur líka upp á 50 ára afmæli sín hér á jörð. Og Gústi, eins og ég vil kalla hann hér í dag, sagði mér í því tilefni sögu þegar hann var 8 ára gamall. Það átti hann og á enn vin sem átti pappa sem hélt þá upp á sitt 50 ára afmæli. Gústi sagði þarna hafa hann vorkennt vini sínum óendanlega mikið að eiga svona gamlan pappa. Því að nú væri þetta búið hjá pappanum. Það væri ekkert eftir. En hér stend ég, 9 orðinn 50 og get haldið því fram að partíið heldur áfram. Allavega nokkur ári viðbót. En hvað ætti ég nú að tala um hér og nú fyrst ég nú komin í punktuna? Ég nú ekki í nokkrum vandræðum með efni, believe me. Hér í salnum fólk sem ég hef ánægjulega kynnst í gegnum árin. Sumir eru með yfir 20 og sitja hérna fyrir aftan mig. Sumir eru 50, en aðrir á aldri sem ég vil helst ekki gefa upp. Það af nóg að taka. Ég man eftir Unu inn á skrifstofu VFM árið 1987. Ég man enn eftir Hálfdán, Adam, Ernu, Kristín og Hauk. Ég man líka eftir Gullu Hermanns, Nönnu, Þresti og Árna og Hinrik íþróttakennurum þegar þau fyrir rúmlega 30 ári síðan voru að kenna okkur lektíurnar. En ég man líka eftir sögumanninum Alberti Sölva Karlssoni sem við nefndum hérna áðan, sem á eftirminnilegan hátt gerði dauðlegar sögupersónur lifandi og sendimanninum Friðrik Þorvaldsinni sem kenndi okkur meðal annars að bölva vondu veðri á smekklegri þýsku. Svo man ég eftir nokkrum fleirum en ég vil myndur á þá núna á eftir. Samfræðmenn okkar kom og fara og fyrir sum ykkar þá ég samfræðmaður ykkar. En ég gæti líka verið að sjá sum ykkar í síðasta skipti hér í dag því einhver ykkar mun takast á við verkefni í framtíðinni sem verða annars staðar en á Akureyri. Á minni vegferð hef ég átt marga samferðamenn en lengst hafa þeir verið samferðamenn sem ég var með í VFM fyrir rúmlega 30 árum. Ég man flest andlitin en ekki alveg öll nöfnin en marga úr þessum hópi ég enn í dag í góðu sambandi við. Ég gæti ekki verið heppnari með mitt samferðafólk og ég get ekki óskað ykkur betri framtíðar en að vera í góðu sambandi við ykkar fólk. En hvað get ég sagt eða gefið ykkur og ykkar samferðafólki í faranesti inn í þessa framtíð ykkar? Hvaða vísidóm get ég lagt fyrir ykkur sem þið geti notað og vitnað í þegar þið sjálf orðin 50? Til að átta mig á hvaða gæti verið þá vil ég fara 30 ára aftur í tímann og reyna að átta mig á hvaða ráð ég fékk þegar ég var sjálfur í ykkar sporum. Hvaða viskorð það voru sem ég átti að fylgja mér inn í mína framtíð, marka mín spor.
Vitið það, ég hreinlega manna ekki. Og líklega hef ég gleymt því sama dag og ég útskrifaðist. Þannig hvað í ósköpunum get ég það sagt við ykkur sem mun vera svo djúpt og svo sterkt að það mun marka við ykkur ókomna framtíð, svo stór orð að þið muni þau 30 ára seinna? Svarið er ekkert. Nákvæmlega ekki neitt. Já, engin orð handa ykkur. Þið verðið bara sjálf að marka ykkar eigin veg. Búa til ykkar eigin framtíð. Ég og aðri samkennir ykkar erum bara samferðafólk ykkar í stutt og stund og ég fyrir mína part að geta ekki fyrir mitt litla líf sagt ykkur hvað þið að gera við ykkar framtíð. Þetta allt saman í ykkar höndum og það ykkar að búa til næstu framtíð. Þegar ég útskrifaðist voru 12 ár í almenningu byrjað að nota internetið. Við hlóðum tölvuleikjunum upp í sínglertölvurnar af kassettum. Það voru 20 ár í að snjallsímarnir eins og við þekkjum það í dag eru til. Við notum ennþá heimasíma sem vorum bundin við vegginn með snúru. Það voru 29 ár þannig til Netflix hóf útsendingar hér á Íslandi og við vorum þá nýbúin að fá Stöð 2 og Rás 2 sendi út part úr degi. Ekkert næturútvarp í þá daga. Hvernig ósköpunum gat einhver ráðlagt mér mína framtíð þarna árið 1987 þegar tímarnir átti eftir að breytast svona mikið? Í þá daga sá enginn þessa breytingar fyrir og ég sé ekki fyrir mér þær breytingar sem í vændum næstu 30 árin. Þannig að ef ég slysast til að gefa ykkur einhver ráð hér í dag, vil ég þá endilega gera mig þann greiða að vera búin að gleyma þeim í lok þessa dags. Takk fyrir.